Jæja, eru allir klárir? Er það byrjuð? Já, komið þið sæl og ég býð ykkur velkomin til þessa spjallfundar, samræðufundar framtíðarsýn fyrir kirkjuna og líka þið sem að sjáu þetta í tækjum ykkar einhvers staðar í fjarskanum. Ég heiti Halldór Einarsson og ég stýri þessu hér í dag. Við ætlum að vera hér með stutt og snart spjall og séra Agnes Sigurðardóttir, biskup, ætlar að leiða okkur. Hugmyndin að þessu er að vera með 4 svona stuttafundi fram að auka kirkjuþinginu sem verður 20. mars, ef ég man þetta rétt. Og Agnes ætlar að ríða á vaðið. Síðan eftir viku rúmlega það, þá verður Þráinn Þorvaldsson sem er hókinar reynslu sem takin þátt í safnarstarfi. Hann var formaður í sóknarnefnd Bústaðakirkju skeið og starfað það lengi í sóknarnefnd. Og þar á eftir kemur Auður Pálsdóttir sem er lektor í menntavísindasviði, en hún hefur verið mjög virk í svona leikmannastarfi innan kirkjunar, var formaður KFUM og KM skeið og lestina rekur síðan Hjalti Hugason, prófessor í guðfræðidildinni. En tilgangurinn með þessu fundu var kannski bara að vekja upp spjall samræðu framtíðarsýn fyrir okkar ágætu kirkju. Líka vegna þess að á þessu auka kirkjuþingi verður væntanlega tekið fyrir tillaga að fara í slíka vinnu fyrir kirkjuna, og það kallast á við starf sem fór fram 2003, 2004 og 2005 stefnumótun sem var mjög stórt mál, 1000 manns, fólk allt land af öllum aldurskeiðum sem tók þátt í þeirri vinnu. Og sum okkar hafa haldið fram að við þurfum núna á þessum tímum, þar sem svo margt að breytast, allt flýtur, times are changing, að þá þurfum við kannski að skoða hvar við erum stödd og hvað stefnum við að taka inn í framtíðina. Nú en það var víst ekki ég sem ætlaði að tala hérna heldur Agnes. Ég held að hafa þetta ekki lengra, en gjörðu svo vel. Þú ætlar að byrja á því að leiða okkur inn í þessa samræðu. Já, komið sæl. Það eru örfáar glærur hérna upp á vegg, en síðan ætla ég að bara lesa þetta, því þetta má bara vera 10 mínútur. Og ef ég fer að gera þetta öðruvísi, þá geti ég farið yfir tímann. En hér er framtíðarsýn kirkjunnar skoðuð samkvæmt fundarboði. Á 10 mínútum skal annars vegar ræða hvernig ég sé fyrir mér kirkjuna eftir 15-20 ár þegar núverandi samningur við ríkið er útrunnin, og hins vegar hvernig ég sé kirkjuna fyrir mér út frá erindi og boðskap kristinnar trúarinn í 21. öldina. Við sköpum framtíðina á hverjum einasta degi. Það sem gert er og sagt er hefur ekki aðeins áhrif á það sem er, heldur einnig það sem verður. Það sem gert er og sagt er á oftast uppruna sinn í huga okkar. Hugsun okkar mótar orð og gjörðir, eitt leiðir af öðru. Lög sölu kirkjujarða og laun sóknarpresta frá 1907 mörkuðu skil í samskiptum ríkis og kirkju sem á samkomulagi frá 1997 og lagasetning sem fylgdi kjölfarið stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Og nú síðast viðbótarsamkomulagið og í kjölfarið fylgdi niðurfelling á 5. kafla lagana stöðustjórn og starfshætti sem fjallaði launagreiðslur og réttarstöðu starfsmanna kirkjunnar. Nú liggur í samráðsgáttinni frumvarp til laga fleiri breytingar á þjóðkirkjulögunum, lögum kristnisjóð, sóknargjöld, kirkjugarð og fleira, og brottfall laga kirkjumálasjóð. Allar þessar lagabreytingar sem fylgja í kjölfar viðbótarsamkomulagsins hafa áhrif á kirkjuna og næstu 10-15 ár skera úr það hvernig kirkjunni reiðir af í þessu nýja umhverfi. Þjóðkirkjan er sjálfstæðari en hún hefur nokkuð tíma verið, ekki aðeins fjárhagslega heldur einnig hvað varðar öll sín innri mál. Ef við viljum raunverulega hafa lýðræði í kirkjunni verðum við að breyta núverandi fyrirkomulagi. Ég vil að kosið verði til kirkjuþings á sama tíma og til sveitarstjórna, en tímareimen passar alveg nú. Þá verðum við líka að hafa skothelt félagatal, en það er eitt af verkefnum nánustu framtíðar að koma því í lag. Samstarfi þjóðskrá í þeim efnum er ekki tryggt
og nauðsynlegt að finna leiðir til lausnar á öruggu félagatali og einnig öruggu innheimtukerfi sóknargjaldana. Viðbótarsamkomulagið og lagahreinsunin sem því fylgir er fyrst og fremst skipulagsmál í mínum huga. Við þurfum að breyta skipulagi kirkjunnar og er stækkun prestakallana fyrsta skrefið. Með þeirri aðgerð er þjónustubyrði jöfnuð, minni hætta útbrunna starfsmanna og fjölbreyttari og faglegri þjónustu. Ég spái því að þegar næsta endurskoðun fjárhagslegra samskipta ríkis og kirkju fer fram eftir minnst 15 ár verði í prestaköllun landsins, sem ef til vill verði þá niðurlögð og kölluð prófasdæmi, fleiri fagstéttir í samvinnu á vegum Þjóðkirkjunnar Biskupsstofu, jafnvel starfsfólk sem nú er ráðið til sóknanna. Í hverju prestakalli verði vígðir þjónar, bæði prestar og djáknar, auk fleiri fagstétta. Ég líka efast að þá verði starfandi kirkjuráð að minnstakosti í þeirri mynd sem nú er. Á Vísitasíum heimsæki ég oft grunnskóla. Það er nánast aldrei sem ég kem inn í bekki og nemendur sitja við sitt borð og vinna verkefni. Þeir eru í nokkrum hópum og vinna verkefni saman. Kynslóðinni er alin upp til samvinnu. Reynda kynslóðin er elsta kynslóð núlifandi Íslendinga. Þau sem fæddust á árabilinu 1922-43 er kynslóðin sem setti vinnuna í öndvegi og sýndi mikla hollust og tryggð gagnvart vinnustaðnum. Þessi kynslóð presta var kynslóðin sem áleit prestarfi vera lífstíl frekar en vinnu og lagði sig fram að þjóna samfélaginu ekki síður en kirkjunni. Næsta kynslóð, uppgangskynslóðin eða baby boomers, eins og þau eru stundum kölluð, fædd á árinu 43-60, er kynslóðin sem nú hefur látið að embætti í kirkjunni eða mun gera það á næstu árum og verði ekki í þjónustunni eftir 15 ár. Það mun X-kynslóðin hins vegar gera, kynslóðin sem fæddir á árunum 60-80. Og þá erum við farin að tala kynslóð sem er ekki eins holl sínum vinnuveitanda og reynda kynslóðin. Þetta er kynslóðin sem vil stjórna tíma sínum og setja sín eigin mörk. Það er reyndar sagt þessa kynslóð að hún hafi alið sig að mestu leyti upp sjálf og er fyrsta kynslóðin sem býr yfir mikilli sjálflærðri tæknikunnáttu úr uppvextinum. Það er líka sagt þessa kynslóð að hún elski að hafa ekkert að gera. Vinnan sé bara nauðsyn fyrir þeim. Og svo er það kynslóðin, millennials, sem fæddir er síðustu 2 áratugi síðustu aldar. Þau verða enn í fullu fjöri í þjónustu kirkjunnar eftir 15 ár. Þessi kynslóð er oft nefnd velmegunarkynslóðin og hún vill jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þetta er kynslóðin sem líkar teymisvinna í stærri prestaköllum og er talin hafa yfirburða þekking og menntun í samanburði við fyrri kynslóðir. Þessi kynslóð er viljug til vinnu en þarfnast jafnframt svigrúms til að geta sinnt sínum persónlega þörfum. Setakynslóðin er kynslóð upphafs 21. aldarinnar og þau elstu af þeirri kynslóð verða orðin leiðtogar í kirkjunni eftir 15 ár. En það þarf að halda vel á spöðunum því þetta er kynslóðin sem jafnvel er óskýrð og lítið frædd kristindóminn og gildi þess að sækja kirkju. Fólkið í kirkjunni er af mörgum kynslóðum. Hver kynslóð deilir sameiginlegri reynslu og viðhorfum sem hefur áhrif á lífsskoðanir hennar viðhorf og gildi. Fólkið býr í sóknunum og myndar söfnuðinn. Við þurfum núna að tala okkur niður á lausnir í samband við fækkun meðlima í sóknunum og þar með þjóðkirkjunni því það sem hefur áhrif á það sem verður. Mín skoðun er sú að við höfum aldrei að gefast upp á því sem okkur er trúað fyrir sem að boða fagnaðarerindið í orði og verki. Kirkjur heimsins og þar með okkar kirkja hefur að minnsta kosti tvennt sem aðrir hafa ekki. Það er helgihaldið og sálgæsluna. Við þurfum að taka okkur á í helgihaldinu í víðustu merkingu þess orðs og orðaforðanum í sambandi við það. Og nú þegar loksins sér fyrir endan á sálmabókarverkefninu í haust, þegar ný sálmabók kemur út, þá er ekki seinna vænna en drífa sig í að klára handbókina. Sú bók verður samt aldrei kláruð til fulls, því handbókin er fyrir mér eins og stjórnarskráin, grundvöllurinn sem má svo út frá fleiri neitt máta eftir því sem tilefni er til. Og þá er komið að þjónustumiðstöðinni Biskupsstofu þar sem stjórnsýslan fer einnig fram. Hlutverk Biskupsstofu er að þjóna sóknum og starfsfólki sóknanna
Hún er ekki kirkjan frekar en biskupinn. Í starfsreglum hana segir: Biskupsstofa er embættisskrifstofa biskups Íslands og er biskup forstöðumaður hennar. Biskupsstofa er jafnframt þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar sem veitir sóknum, sjóðum, stofnunum og starfseiningum hennar ýmsa þjónustu. Biskupsstofa annast almennt fyrirsvar vegna þjóðkirkjunnar og sameiginlegra mála hennar, samskipti og samstarf við hennar ýmsu stofnanir, svo og erlend samskipti. Tilvitnun lýkur í starfsreglurnar. Ég sé ekki fyrir mér að hlutverk biskupsstofu breytist mikið í náinni framtíð, þó verkefni hennar geti færst til af einhverjum ástæðum. Hugmyndir manna að skipta verkefnum biskupsstofu í veraldleg og andleg, þar sem biskupinn sér hin andlegu mál en skiptir sér ekki af hinum veraldlegu, eru ekki raunhæfar að mínu mati. Verkefnum lifandi veru af holdi og blóði verður ekki skipti í andleg og veraldleg. Biskup hefur enda fjölda manns til að vinna verkin. Málið snýst ekki völd, heldur verkefni. Við lifum í fjölmenningarsamfélagi. Í 50 ár hefur samstarfsnefnd kristinna trúfélaga starfað. Í mínu ungdæmi störfuðu kristin trúfélag hvert í sínu horni. Nú er góð samvinna milli þeirra og gagnkvæm virðing og væntumþykja. Í 14 ár hefur samráðsvettvangur trúarbræðanna starfað og það samráð hefur vissulega aukið þekkingu og skilning milli þeirra, enda ríkir þar einnig gagnkvæm virðing og væntumþykja. Við skulum örugg ganga fram í boðun og verkum í kirkjunni okkar þannig að allir viti hvað við stöndum fyrir. Það er enn brýnna en nokkru sinni fyrr. Fjöldi skráðra trúfélaga hér á landi er rúmlega 40, mörg þeirra kristin en önnur ekki. Í Breiðholtskirkju er starfandi alþjóðlega söfnuður sem tóks ekki tómaleiðir og þær hafa margir komist til trúar og látið skýrast á síðustu missurum. Flóttamenn eru fleiri í heiminum nú en oft áður og þeir leita líka hælis hér á landi eins og kunnugt er. Þeir flytja með sér siði og venjur frá sínu heimalandi sem við kynnumst og það mun örugglega auðga kirkjuna okkar í framtíðinni. Varðandi fjölmenninguna skulum við ekki óttast, enda ókristilegt í alla staði að láta óttan stjórna lífi okkar og gjörðum. Sagt er að komandi áratugur verði áratugur nýsköpunar. Það er mikil gerjun í guðfræði samtímans. Guðfræði umræðan er að aukast utan deildar og innan kirkjunnar og jafnvel í samfélaginu með þýðingu og útgáfu ýmissa guðfræðibóka. Auk þess sem YouTube og podcast eru gjöfulega góða guðfræði fyrirlestra og kynningar. Allt þetta hefur áhrif sem á aukin menntun presta, bæði fyrir guðfræðinám og eftir. Aldrei hefur Ísland alið fleiri doktora í guðfræði en nú stundir og allt bendir til að þeim fari fjölgandi frekar en fækkandi. Símenntun presta er orðin staðreynd. Allt þetta hefur áhrif á kirkjuna og breytir henni smám saman. Stefnur og straumar berast ekki úr einni átt og auðgar það kirkju okkar að verða fyrir áhrifum frá austri og vestri, norðri og suðri. Nýsköpun í helgihald er hafin og verður eitthvað að þeirri bylgju búin að festa sig í sessi við lok tímana, það er gildistíma viðbótarsamningsins. Á 21. öldinni hefur kirkjan, boðskapur hennar og guðfræði áhrif á viðhorf fólks til brýnna samfélags- og samtímamála, svo sem umhverfismála, mannréttindamála og velferðamála. Boðskapur kristinnar trúar réttlæti og frið, kærleika og virðingu skilar sér, jafnvel þó fólk átti sig ekki á því hvaðan hann kemur. Þátttaka kirkjunnar í umræðu og framkvæmdum umhverfismál og mannréttindamál eru málefni kirkjunnar á 21. öldinni. Við spyrjum ekki að því hvort náung okkar sé kristinn, við réttum honum hönd af því að við erum kristinn. Tilgangur kirkjunnar og hlutverk er að boða kristna trú í orði og verki. Markmið hennar er að koma þessum boðskap til skila til komandi kynslóða. Til þess notum við ýmsar leiðir. Áratugur nýsköpunar er hafinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Agnes, og takk fyrir sér gott innlegg það sem kemur víða við. Orðið er frjálst og
þið getið gripið tækifærið og tjáð ykkur. Kannski bara í fyrstu lotu einhverjum sem vilja varpa ykkur spurningu fram til Agnesar, svona til að byrja með. Það oft þannig með svona fundi að menn eru lengi á stað og svo ómrætt að stöða það þegar eru loksins byrjaðir, þannig að maður lendir stundum í slagsmálu við að klára svona fundi. Já, Steindór? Nei, það ekki betra að vera hér, Hermann, upp á útsendinguna. Það sést þetta? Þarna, þá þarf ég ekki þetta. Nei. Kynntu þig og svo heldur áfram og ég legg til menn séu stuttorðir og gagnorðir. Takk fyrir Halldór. Það ekki beint gegn þín heldur til okkur allra. Það beint hér. Já, 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 takk fyrir Halldór. Steindór heiti ég Haraldsson. Ég þakka kærlega í fyrsta lagi þetta framtak. Að taka þetta málefni til umræðu. Mjög þarft og flott framtak. Og ég þakka Agnesi líka fyrir hennar, fyrir hennar framsögu hér og hennar framtíðarsýn falleg og ég sammála hennar mestu leyti og eiginlega nánast öllu leyti. En það sem ef ég til dæmis myndi segja hvernig ég óskaði mér að kirkjan yrði, þá óska ég þess að það verði vakning í kirkjunni. Að það verði þannig að kirkjan og það sem við erum að gera, það eins og Agnes sagði, að þar komi númer 1, 2 og 3 boðun fagnaðarerindisins. Og annað sem að kirkjan gerir, hún í mjög mörgu og hennar vistarverur eru margar, það að afleiða á kristinni trú. Maður hefur séð þetta í gegnum tíðina, það rétt, ég sammála því að það skiptir ekki máli hvaða fólk við umgöngumst, þó að komi fólk af öðrum trúarbrögðum inn til okkar, til Íslands, við höfum að taka vel á móti þeim, við höfum bara virðingu fyrir þeirra trú og umgangast það með kærleika. Það bjuggu í næsta húsi við mig í mörg ár hjón sem voru gyðingar. Ég fór í sabbat þeirra nokkru sinnum. Þetta var yndislegt fólk. Þeim datt ekki í hug að útiloka börnin sín frá sunnudagsskólanum. Þeim datt það ekki í hug. Og hins vegar veit ég það, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætla bara að lýsa ánægju minni yfir þessu. Ég veit það að trúin mun alltaf verða mörgum hneyksli og fleirum heimska. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Steindór. Gjörðu þið svo vel. Hjalti Hugason, gjörðu þið. Ég hef verið kynntur, þannig að ég þarf kannski ekki að gera það. Ég vil þakka innilega fyrir og fagna þessu framtaki og þessu fyrsta innleggi sem að mér fannst athyglisvert. Nú, ég ætla að vera örstuttorður og hugsanlega þá bara koma aftur, myndi eftir eitthvað annað í hug, en Steindór myndist á vakningu í kirkjunni og mér langar til að tengja það við einn af punktum biskups, þar sem að hún talaði breytingar á kirkjuþingskosningum og félagaskráni. Vakning af svo mörgu tagi og við getum notað þetta orð í svo margri mismunandi merkingu og kannski hugsa ég öðruvísi vakningu heldur en Steindór var að gera áðan, en mér dettur í hug ef að farið yrði nú að vinna að vönduðu nákvæmu félagatali fyrir kirkjuna og síðan efna til almennra kosninga í tengslum við sveitarstjórnarkosningar, þá spurning hvort það yrði ekki gríðarlega mikil vitundarvakning. Það að fólk færi í gegnum þessa pælingu, ég í þessari hreyfingu, vil ég vera í henni, hvernig vil ég að minni aðild sé háttað. Þannig að þetta
skref sem sumi myndu líta á sem, ég var að segja svona stofnunarlegt kannski á vissan hátt. Það gæti orðið til þess að við fengjum allt öðru vísi kirkju heldur en við höfum oft í dag, á þess að ég ætli að gagnrýna hana eða tala vakningarleysi þar í sjálfu sér. Takk. Ég geti alltaf sjálfur tala hérna í 3 korter sko, en þau eru flott leið á mér. En bara með því þið eru að hugsa ykkur þá langar mig þess að nefna, ég var núna í október staddur á Írlandi, fór þar í klaustur, var þar í hálfan mánuð. Klaustur á vegum Benediktínar sem nú elsta klausturreglan og þó telja sig ekki vera klaustur, heldur meira kristið samfélag sem var mjög merkilegt. Þar hitti ég mjög skemmtilegan mann sem hafði doktorerað í París í heimspeki menntunar. Hetermann heitir hann. Hann héldi fram að eina vakningin sem er orðið á 20. öldinni væri fyrst og fremst það sem gerðist í kringum AA. Meðferðarúrræði fyrir alkoholista og þá sem hafa glímt við slíkan vanda og síðan snéru af þeirri braut í krafti æðri máttar. Þetta vildi hann meina væri fyrst og fremst vakningarhreyfing 20. aldarinnar. Hver verður vakningarhreyfing 21. aldarinnar vegna þess að ég held í grunni þá sko leið við erum að tala hér fyrirkomulag, strúktúra, þá erum við leið að beina sjónum að hvert er innihaldið. Ég tek stundum sjálfur líkinguna með vatnið. Við þurfum oftast að drekka vatn úr einhver íláti glasi, en glasið er ekki aðalatriðið, heldur vatnin sem við drekkum og það á sér skírskotun auðvitað til svo margs í Biblíunni, hið lifandi vatn. Stundum viljum við samt sem að gera glasið að aðalatriði og ekki vatni sem við ætlum að drekka. Hvert er erindi trúarinnar inn í þessa öld óvissunar? Langar að vitna hérna ég held að það verið Sigurður Björnsson, sálfræðiprófessor, sagði trúin þarf að vera liðsmaður í baráttunni við raunveruleikann. Trúin, trúarkenndin, trúarþörfin hefur alltaf tengst því annarkvort þessu að undrast og spurja lífið og tilveruna, en líka því að takast á við það sem við lendum í á lífsleiðinni. Sumir hafa skilgreint trúna sem hluta af lífskvötinu, survival instinct. Og þannig við erum í raun og veru og ættum kannski pílindarinn að halda þessari umræðu á báðum þessum plönum. Hvert er innihaldið? Hver er þessi trú? Hvað og hvernig getur hún þjóna fólki á þessari nýju öld og hvers konar fyrirkomulag þarf sú trú, sú lífsskoðun, sú boðun sem við erum að tala Þurfið, þá vitna ég í Þorvald Karl Helgason sem var biskupsritari lengi. Hann sagði stundum, já, kannski var það bara best fyrir við bara hættum þessu öllu saman og byrjum algjörlega upp á nýtt og spyrjum okkur hvers konar fyrirgálan þyrfti fyrir þau verkefni sem kristin trú ber með sér. Og loks þetta, ég hitti Grétar Einarsson, kirkjuvörð upp í Hallgrímskirkju. Hann var mjög öflugur og öflugur maður, tók með hans þátt í trúarhópi samtakana 78 sínu tíma og mjög virkur í þessari umræðu innan kirkjunar þegar þau málefni bara að koma. Hann sagði, við þurfum kannski að þróast frá kirkju til trúar og það er auðvitað í samhljóðan við það sem að oft hefur verið sagt að kirkjan byrjaði sem hreyfing en breyttist í stofnun og stundum er það stofnunin, stundum er það glasið sem verður aðalatrið en innihaldið, vatnið, lífandi vatn, aukatriði. Þetta er akkurat eitthvað sem við þurfum að forðast inn í þessa nýju öld. Það hefur held ég engin, menn hafa gaman af einhverjum gömlum hefðum og allir þessari menningu, en í grunninn er þetta starf okkar, gengur það út á gildi, út á lífsskoðun, eitthvað sem hjálpa okkur að takast á við lífið og tilveruna. Þess vegna, ég vildi svona varpa þessu inn í þennan orðasarp, bara til þess að höfum bæði þessi atriði á dagskráni. Hvaða gildi eru það sem við erum að tala hérna?
hver er boðskapurinn og hvers konar fyrirkomlag þar til þess að koma þessu öll á framfæri. En hvað segið þið? Ég segi þið glotta ungum með þetta þarna aftast sem ég stundu sagt að væri framtíð kirkjunar. Þegar ég var löngu hættur og komin á elliheimili og þeir fara að heimsækja mig, hvað verið þið þá? Ég er svona aðeins að skora ykkur á hólm. Nei, þýðir ekkert. Margrét Eggertsdóttir, gjörðu svo vel. Sælverði, mér langar bara að þakka fyrir þessa framsögu sem var komin, ég veit ekki það, hún vekur með mér von og gleði og einhvern veginn finnst mér að vakningin sé nú þegar svolítið í gerjun. Ég held að við verðum bara að vera tilbúin að taka á móti henni. Og ég tek svolítið undir þetta með 12-sporin, ég hef nú reynsla því og þar mætum við fólki, þar kemur fólkin í kirkjuna af því að það þarfnast einhvers. Það vantar hjálp, það vantar stuðning við lífið og það kemur inn og þar mætum við því og við spyrjum ekki trú. En ég bara hef svo mikla trú á Guði að í gegnum 12-sporið þá kynnir hann sig fyrir fólki og það eru margir sem að eflast í trúnni og endurnýja trú sína bara við það að fara í þetta verkefni. En ég bara þakka fyrir og hvet okkur áfram. Já, ég ætla að grípa það sem Halldór var að segja, ég gríp það alveg á lofti að skilja umbúðirnar frá innihaldinu og reyna að fókusera á það sem að máli skiptir. Og það er, ég held að ég er ekki að segja ég held að þetta sé bara eðli, svona Parkinsons-lögmál að það vinnst alltaf meira og meira upp á og verður alltaf stærri og stærri umbúðir utan að það sem við erum að gera. Ég minnist þess fyrir mörgum árum síðan. Þá var ég spurður að einum af þeim 13 prestum sem við erum meðhjálpari hjá. Hvernig á góðu predikar að vera? Ég hugsaði mér nokkuð og þetta er stór spurning. Það sem kom í huga mig var þetta, að þegar að sá sem á predikunina hlýðir hverfur á braut eftir athöfnina, þá á hann að muna í huga hans á að vera Drottinn Jesús Kristur, það á að spotlightið á að vera á hann og hann á ekki einu svona muna hvernig hann leit út sá sem var að predika. Predikarinn á ekki að sitja sjálfan sig í spotlightið og það held ég, við getum alveg sem sagt heimfært þetta að mínu viti upp á kirkjuna eins og við kannski vildum sjá hana og þetta er alveg í samræmi með það sem að bæði Halldór og Agnes voru að tala hér áðan. Ég held að við þurfum að endurfókusera og stíga svolítið tilbaka og hugsa okkur mjög vel það hvernig getum við komið gleði boðskapnum sem best á framfæri og virkja þá leið og við gerum það þá virkjast kærleiksþjónustan á sama tíma. Hún er afleiða af trúnni. Takk fyrir. Þóroddur Viðarsson og svo Axel. Fundarstjóri, maður tekur áskoruninni, ég tók þetta til minni, ég var einn af ungum mönnunum, en það er kannski ekki rétt. En ég þakka frumkvæði þessum fundi og þakka framsögu biskups sem var afskaplega góð fannst mér. Eitt hugtak kom upp í minn huga þegar séra Halldór nefndi vatnið í glasinu og það er hugtakið bara sögur. Kirkjan er að segja sögur. Og hvaða sögur er kirkjan að segja? Hún er til dæmis að segja sögur af nýrri þjóð sem komið var á fót í Gamla testamentinu og segir frá í Gamla testamentinu. Það sem að Abraham er til dæmis forfaðir og svo þjóð átt að vera öðrum þjóðum til blessunar. Þetta er svona ákveðin kjarni sem við byggjum síðan annað á.
Mér fannst svolítið merkilegt daginn, ég hlustaði á forsætisráðherrann okkar, Katrínu Jakobsdóttur, halda ansi góða ræðu í konudagsmessu í Vídalingskirkju, hlustaði á hann í útvarpinu og bara frábært og rosalega flott ræða. En ég veit ekki hvort það var meðvitað að hennar hálfu, ég allavega hjó eftir því þar sem ég hlustaði við viðtækið að það var eins og hún meðvitað skautaði framhjá öllum sögum sem að við finnum í Biblíunni. Það einhvern veginn eins og þegar búið að safna þessum sögum, reynsluheimi mannkyns til árþúsunda saman á eitt stað og það eitthvað sem við köllum helgirit eða þetta hefur einhverja sérstöðu, þá allt í einu samfélagið farið að taka afstöðu til þess býtu, ætla ég að þekkja þessar sögur? Nei, býtu þær tilheyra einhverjum kirkju. Og þarna erum við með forsætisráðherra sem bara ein af betur menntuðu manneskjum landsins í þessari áhrifastöðu, heldur þessa frábæru ræðu á vettvangi kirkjunar og minnist ekki að sögur Biblíunar. Hún talar Egil Skallagrímsson og Sonartorrek og sorgina og áfallahjálp og þýðingu kirkjunar inn í þessu öllu saman. En sögur kirkjunar einhvern veginn sem kirkjan byggir á, það var eins og það veri meðvitað. Nú ætlum ég ekki að gera henni upp hvernig hún undirbjó sig, hún gerði það mjög vel og ég undirstrika það, frábær ræða og tónaði svo vel inn í tilgang, tilveru, hlutverk kirkjunar, sorgin, gleðin, tilgangurinn, bara einhvern veginn allt sko, en sögurnar, á hverju byggjum við? Nei, hún valdi annað, valdi eitthvað aðra leið, bara frábæra leið. En hvað höfum við? Við höfum forfeðurna, kirkjufeðurnar sem eiga að vera öðrum blessun, þýðir að við eigum auðvitað að vera öðrum blessun, eins og kirkjumæðurnar, eins og biskup kom inn á hér, við réttum öðrum hjálparhönd, ekki af því að það fólk kristi heldur af því að við erum kristin, sama rótin, Abraham, til þess að vera öðrum blessun, sköpunarsagan í Biblíunni, falleg leið til að líta á tilveruna, allt svona jákvætt, þetta svona jákvætt, sálmarnir, tjáning sorgar, gleði, öll þessi speki sem búið að safna saman þarna í 1000 ára. Það kannski helsta áskorun kirkjunnar finnst mér núna. Það einhvern veginn bara, af hverju má ekki opna þessa bók? Drottin minn hirðir, mig mun ekki bresta. Bara, bara, má ekki segja það? Og ég held bara, já, og svo þetta með Jesú, að feta í fótspor hans og allt myndar þetta tengsl og ég held að það sé hinn stóra áskorun kirkjuna, það að rækta tengslin, ekki við ríkið heldur þjóðina, eins og biskup hefur ítrekað sagt að vera þjóð kirkja. Takk. Ég átti að spyrja einhverju? Nei. Axel Njarðvík, fyrir þá sem horfa út í heimi. Ég kom hérna Mílati. Ef ég ætti að leggja í púkk með biskupi og einhver hinnum og taka undir það sem Þorvaldur Víðisson segir það að framtíðarsýnin eins og ég sagt annars staðar, að fá okkur til þess að dýpka rætur okkar í Guði og ekki dýpka rætur okkur í því sem ekki Guð, sem gæti til dæmis verið sektarkennd eða hroki eða sjálfumgleði eða líta of stórt á sjálfan sig. Og ég ætla að svara því hvernig það gerist og nota til þess að bolla, því það oft með bolla sem við förum að drakka kaffi eða te saman og það verður til saga. Þessi dýpkunar aðgerð, hún gerist í gegnum sögur og söng og það hafa menn vitað árum og öldum saman. En af hverju gerum það ekki, Halldór? Það stóra spurningin. Af hverju gerum við þetta ekki þannig að við fáum okkur sjálf til þess að dýpka okkar eigin rætur í þessar uppsprettu sem við nefnum Guð? Já, það, minn bolli. My cup of tea. Takk fyrir. Sigfús Kristjánsson, hann gat í staðis Eggjónaormi. Já, góðan dag og
tek undir þakkir til Halldórs fyrir að standa fyrir þessum fundi. Við erum mörg á biskupsstofu búin að reyna að ýta á hann lengi að standa fyrir svona fundum framtíða sín kirkjunar. Hann hefur þráast við en loksins tókst það og hann boðaði til þessa fundar í dag. Og takk fyrir erindið, Agnes, það var virkilega gott að hlusta á það. Sérstaklega sló mig þessi setningum að við hjálpum öðru fólki ekki af því að það er kristið, heldur af því að við erum kristin. Þetta er dásanlegt og gæti nánast komið í staðinn fyrir biðjandi, boðandi, þjónandi sem slagorð þjóðkirkjunnar. En við erum svolítið hrifin af svona einstafa runum, þar að segja runum þar sem eru kannski 3 stafir sem er allt sami stafurinn í kirkjunni, eins og til dæmis TTT sem er 10 til 12 ára starf og BBB sem er innihald biskupafundar, biskup og svo framvegis. Við erum hrifin og svona, mér langar að leggja til að framtíðarsýnin okkar verði í nýrri svona runu sem getur að vera FFF, sem ég langar að verði svolítið motto kirkjunar í framtíðinni. Það er að hún standi fyrir fagnaðarerindi, félagsskap og fagmennsku, þetta þrennt. Fagnaðarerindi vegna þess að það er það sem við stöndum fyrir, til þess erum við erum að boða von á að okkur sé ætlað einhver hlutverk í þessu lífi og von á að okkur sé ætlað einhver hlutverk líka þegar þessu lífi lýkur. Fagnaðarerindi vegna þess að við erum að boða trú, við stöndum fyrir einhvað meira heldur en bara þetta daglega strit sem við viljum líka taka þátt í með fólki og við stöndum fyrir það að boða að það sé einhver tilgangur með lífinu og það er erindi okkar að hjálpa fólki að finna sinn tilgang í lífinu. Og ég held að við gætum sagt að félagsskapur sé F númer 2 því að við stöndum fyrir að skapa félagsskap þar sem að fólk kemur saman í 2 tilgangi. Annars vegar til að tengjast hvert öðru og það er mjög mikilvægt og hins vegar til að tengjast við Guð. Og í mínum huga þá er þetta nánast eini tilgangur með því að reisa byggingu sem við köllum kirkju. Það er að það sé tekin frá og helgaður vettvangur þar sem að við getum rækta tengslin hvert við annað og þar sem við getum rækta tengslin við Guð. Í mínum huga er það kirkja. Tengja sem sagt mig og okkur við Guð og tengja mig og okkur hvert við annað. Nú og í síðasta lagi þá finnst mér að síðasta F-ið okkar ætti að vera fagmennska sem ætti að skína gegnum allt starf kirkjuna, hvort sem það eru mannaráðningar eða hvernig við höndlum með það fé sem að við höfum milli handana, sóknargjöld eða annað. Með þessari fagmennsku langar mig til að byggja upp fagmennsku setur innan kirkjunar, það getum verið með sálgæslumiðstöð. Ég myndi gjarnan vilja starfa þar sjálfur, þar sem að ég væri kannski það fyrsta sem kæmi upp í huga fólks eftir erfiðar lífsreynslu og ástvunamissi, það væri að leita í sálgæslumiðstöðina. Við getum verið með fjölskyldukirkju, ég getum reyndar vel hugsað mér að vinna þar líka, sem að væri staðurinn þar sem þú myndir fara þegar þú ert búin að fara í sund með krakkan á sunnudagsmorgni og búin að fara í ísbíltúr í Hveragerði. Þetta er ekkert í hug meira, þá er fjölskyldukirkjan kannski augljós staður þar sem að helgihaldið er ekki lengur slitið upp eftir kynslóðum, heldur allir geta komið og notið þess saman og kirkjan býður upp á þann vettvang og jafnvel máltíð á eftir. Og svona koll af kolli, fagmennsku setur þar sem við getum byggt upp fræði byggða á fagnaðarerindinu sem að við erum að boða fólki. En takk fyrir daginn. Já, við eigum eftir 5 mínútur, svona meðan þið eru að hugsa ykkur svona burt með þarna. Þá langar mér svona í anda Sigfúsar, þessi FFF. Það var í einhverjum kirkjusöfnuði að einhverjum æskulýðsleiðtoga datt í hug að kalla starfið hjá sér KKK. Það var nú einhverjir sem voru fljótir að grípa það, en það er náttúrulega upp á staði heldur illúðlegra hreyfingar í Bandaríkjunum, en áttu víst að vera kátir kirkjukrakkar. Í Kyrruvíku, já. Já, þetta er úr Grávogi. Já, og þetta var fullorðinn prestur. Já, sem engin kæruleysis æskulýðsvík. Nei, sem klúðraði svona yndislega. Og það tók held í 5 ár fyrir fjölmiðla að fatta þetta. Já, ok, já. En gjörðu svo, það er tækifæri fyrir eitt innlegg í viðbót.
einhver sem að sko yðar í skinninu sem vil gjarnan koma, hvað segir Pétur? Ég er bara að tvita þessu lag hérna Nú, jæja. þannig að umheimurinn fær ekki einhvern veginn á misvið Já. þennan vísdóm frá þér, sérstaklega. Nei, en hvað segið þið? Tíminn tifar. Sko, ég verð að játa það að stundum hef ég sjálfur, nú hef ég starfað að þessum vettvang kirkjónir 30 ár, rúmlega, og hef svo samanburð við að starfa á öðrum vettvangi, að stundum velti ég fyrir mér hvort að sko okkar tradisjónir, okkar skipulag sem stundum virkar á fólk sem dálítið stirðbusalegt og fornfálegt, hvort að það geti verið að glasið, eins og ég er búin að tala hér hvort að það hindri það að fólk sjáu og neyti innihaldsins. Skilur hvað er að fara? Hvort að kirkjuskipanin okkar, hún kom í veg fyrir að fólk sjáu hvaða gæði þau eru. Nú segi að, já, prófessor, ég gat espa hana aðeins upp í, gjörðu svo vel Hjalti. Þú mátti eiga síðast orðið þeirra. Já, ég að því að hann Halldór sko tók upp kirkjuskipulagið og ætlaði að gera það hér af einhverjum rosalegum blóraböggli, þá rann mér nú blóðið til skyldunar. Ég elska þetta skipulag, kannski ekki endilega eins og það er núna, en skipulög. Og en þið hafið talað mikið glös og bolla og búninga og helgihald hefur aðeins borið á góma og þar sem þetta göttunum. Á flesta mótna þá opna ég á netinu þarna í tölvupóstinu sko bæn dagsins eða orð dagsins eða hvað það kallast og sem sagt þar er svona oft stutt lesning, stundum slæðan mig af hverju var þetta sett þarna, þetta er nú frekar niðurbrjótandi. Og svo kemur bænin, hún er oft sem sagt stutt og laggóð, en svo kemur fyrir að ég verð að lesa hana 2, 3, 4 sinnum. Ég er létt leshamlaður, ég er oft svolítið syfjaður á morgnana og stundum er þetta alveg ofboðslegt torf. Og í morgun datt mér í hug, jú, þetta er falleg bæn og ábyggilega til einhver staðar, en hrekur þetta nú ekki frekar frá. Man ég hvers ég var að biðja þegar ég var búin að lesa bænina. Ég er ekki að ráðast á sem sagt helgihaldið og tradisjónina í heild sinni, en þarna þegar við erum komin alveg inn í nýjan miðil, þurfum við ekki einhvern veginn að hugsa þetta allt upp á nýtt og í framhaldinu kannski hina miðlana líka. Takk fyrir þetta og við skulum bara segja þetta gott í bili. Það er aldrei gott að vera tegjalopan. En við ætlum að halda þessu samræðu okkar áfram eftir viku rúmlega. Það var meiningin upprunnilega að vera 5 degi en svo var þessi salur hér sem að henta svo dæmlaust vel fyrir svona fundahöld. Hann var upptekinn. Þannig að við verðum föstudaginn í næstu viku. 7. er það ekki? Jú. Og á sama tíma frá 12:30 til korter yfir 1 og þá er það Þráinn Þorvaldsson sem að einmitt kemur að kirkjustarfi. Hann er búin að vera framkvæmdastjóri mikið í atvinnurekstri á Íslandi og kemur mjög, eins og ég séð hann og þekkja hann, kemur oft með mjög ferska sýn. Þið eru öll velkomin þangað. En takk fyrir í dag.